Sér hver draumur lifir aðeins eina nótt. Sér hver aðar í sér hnígur jafnan skjótt. Hverju orði fylgir þögn og þögnin hverfur allt of fljótt. En þó að augnablikið aldrei fylli stund, skaltu eiga við það mikilvægan fund. Því að tár sem þerra burt aldrei nær að græða grunn. Líttu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Þú veist að tímans köldu fjötra enginn flýr, enginn frá hans löngu glímu aftur snýr. Því skaltu fanga þessa stund, því fegurðin í henni býr. Líktu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Líktu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Já, komið þá sæl og blessuð og velkomin til Guð í kvöld í Lindakirkju. Og frá því að við vorum hér síðast, þá hefur það gerst að Sigurbjörn Einarsson, biskup, það voru 110 ár í vikunni síðan að hann fæddist inn í þennan heim og hafði náttúrulega gríðarlega áhrif á íslenskt þjóðlíf og samdi marga fallega sálma. Og við köllum hann stundum svona Kópavogsskáld, af því að hann gekk mikið Kópavogsdalinn þegar hann bjó eftir biskupstíð sína hér í Kópavoginum og Reynigrundinni. Og hann fylgdist vel með hérna í Lindakirkju. Ég man þegar ég var valinn, þá var hann svo glaður og sagði, ég heyri að þú sért að fara í Lindakirkju. Og ég sagði, já, það er rétt. Já, Guðmundur Karl er þar. Já, sagði ég, hann er þar. Ég hef alltaf verið svolítið skotin í honum. Það var nú að tala hans guðfræði og kirkjustarf og hér hefur verið gott að vera. En hann var svo klár maður, hann Sigurbjörn Einarsson, og ég hef sagt áður og mér langar að rifja þið upp að því að mér þótti svo vænt það að ég tók viðtal við hann fyrir loka ritgerð sem ég gerði og þá var hann nýbúinn að missa á seinustu 2 árum 2 af sonum sínum, Árnaberg og Björn, og svo var Magnea konan hans orðin svo veik, svo að ég hef búin að taka viðtalið og hann sagði, ég á nú erfitt með að hitta þig núna en ég er vart mönnum sinnandi því hún Magnea mín er svo veik, en svo sagði hann, ég gæti samt hitti þarna og gaf mér tíma
Og í lok viðtalsins þá segi ég við hann, þetta nú erfiður tími. Og þá sagði hann, ég sagði, búin að missa 2 syni og nú hún orðin svona veik. Já, en maður má samt vera þakklátur fyrir að hafa átt eitthvað til að missa. Hitt öllu fátæklegra að hafa aldrei átt neitt til að missa. Og það fannst mér mikil speki og það var svo margt gott sem hann sagði. Hann var líka einhvern tímann spurður sköpunarsöguna annars vegar og þróunarkenninguna og hann benti á Biblían ekki kennslubók í vísindum, hún að segja okkur annan sannleik og sagði svo eitthvað á þessa leið: hér ekkert spurt að því hvort maðurinn sé komin á ekki, það bara spurt að því hvort hann sé svo apasál að hafna Guði sínum. Og það svolítið vel orðað. Ég dett út alltaf eða? Það eitthvað smá sambandsleysi, en vonandi heyrið í mér. En við ætlum að syngja núna lag sem að Sigurbjörn Einarsson þýddi og það var gerð könnun einu sinni í þjóðkirkjunni og þetta var valinn ástsælasti sálmur meðal presta, kórafólks og kirkjufólks, enda miðlar hann þessum mikilvæga boðskap að taka einn dag í einu, dag í senn, eitt andartak í einu. En áður en að við syngjum hann skulum við signa okkur og segja í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Dag í senn, eitt andartak í einu, eilíf náð þín Faðir gefur mér. Mun ég þá að kvíða neinu, þegar Guð minn fyrir öllu sér. Sem miðlar mér að gæsku sinni, minna daga skammt af sæld og þraut, sér til þess að færa leið ég finni, fyrir skrefið hvert á lífs míns braut. Stundir nærri, á við hverjum vanda svar og ráð. Máttur hans allri hugsun hærri, heilug elska viska föður nafn. Morgun dagsins þekki eigi, það nóg.
Og þá les ég pistil dagsins sem kemur úr Rómverjabréfinu. Og þarna Páll að skrifa til frumsafnaðins í Róm og með svo fallegan svona þakkarteksta fyrir þau sem að eru til blessunar í lífi hans og í blessun í lífi safnaðarins. Og hann segir: Ég bið ykkur fyrir hana systur okkar Föbe, sem djákni safnaðarins í Kenkreðu. Veitið henni viðtöku vegna drottins eins og kristnum ber. Og hjálpið henni með allt það sem hún þarf að fá hjá ykkur. Hún hefur verið bjargvættur margra, þar á meðal mín sjálfs. Heilsið Prisku og Akvilasi, samverkamönnum mínum í Kristi Jesú. Þau hafa stofnað lífi sínu í hættu fyrir mig. Fyrir það votta ég þeim þakkir, ekki ég einn og allir söfnuðir meðal heiðinna þjóða. Heilsið einnig söfnuðinum sem kemur saman í húsi þeirra. Heilsið Efenætusi, mínum elskaða, hann frumgróðinn handa Kristi í Asíu. Heilsið Maríu, sem hefur erfiðað fyrir ykkur. Heilsið Andríónikusi og Júníu, ættmennum mínum og sambandingjum. Þau skara fram úr meðal postulana og gengið Kristi á hönd á undan mér. Og þá skulum við rísa úr sætum og heyra heilagt guðspjall, en það skrifar guðspjallamaðurinn Lúkas. Eftir þetta fór Jesús borg úr borg og þorp úr þorpi, predikaði og flutti fagnaðarerindið Guðs ríki. Með honum voru þeir 12 og konur nokkrar læknaðar höfðu verið af illum öndum og sjúkdómum. Það voru þær, María, kölluð Magdalena, 7 illir andar höfðu farið úr. Jóhanna, kona Kúsa, ráðsmanns Heródesar, Súsanna og margar aðrar. Þær hjálpuðu þeim með fjármunum sínum. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall og sæl erum við ef við heyrum Guðs orð og varðveitum það. Og þá skulum við játa okkar heilugu trú og segja saman: Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Og þá fáum við okkur sæti og syngjum saman beint úr Biblíunni, úr Davíðssálmi nr. 23, Drottinn minn hirðir. Frá
Já, textinn í kvöld og textandi sem við heyrðum voru þakkartexti, þar sem Páll þakkar þeim sem voru í söfnunum sem hafa orðið til blessunar í lífi hans. Og ef við lesum í Nýja testamentinu, þá var merkilegt með Pál að hann hafði þá ekki löngu áður en hann skrifar þetta bréf, einsett sér það í lífinu að ráðast á kristna menn og reyna að útrýma þeim. En svo verður hann fyrir trúarlegri upplifun á leiðinni til Tarsus og lýsir þannig að það var eins og hann bara blindaðist og sá ekki og heyrir rödd sem að spyr hann því ofsækir þú mig. Og það er Kristur sem talar við hann og svo hann blindast tíma en sjónin kemur svo tilbaka. Hann verður upp frá því einn ötulasti trúboði kristinu trúar og hann er þarna að þakka mörgum konum sem höfðu reynst honum vel í söfnuðinum og mörgum sem voru í frumsöfnuðinum og það minnir okkur á að við höfum öll eitthvað hlutverk í söfnuðinum. Og það er líka merkilegt þegar maður hugsa til þess að þeir fyrstu kristnu, þeir sem eru kallaði til starfa, þetta var ekki elítan á þessum tíma. Og hugsið ykkur, kannski ef við ættum að koma einhverjum mikilvægum skilaboðum í dag, þekkt að það er verið að nota áhrifavalda, er það ekki, sem að tala til margra og litið upp til, við getum borgað þeim, eða það hefur oft þótt að þú færið til þessu ríku og þá lætur einhverja breytingu verða svo niður á við, hinni fá brauðmálana. En kristna trúin, hinni fyrstu voru oft bara fólk sem að hafði ekki sérstaklega háa stöðu í samfélaginu en það breyttist eitthvað innra með því. Það var fyrir trúarlegri upplifun og eins og við þekkjum þá eru 3 aldir þangað til að Rómarveldið ákveður að taka upp kristni. Og það hefur verið bent á það eitt af því sem var líka til þess að kristin trú breytist svona hratt út að það voru farsóttir og það er svolítið merkilegt vegna þess að farsóttir er eitthvað sem mannkyn hefur þekkt mjög lengi og þegar að farsóttir geisuðu að þá voru oft hinni ríku sem bara fóru úr borginni að þeir vissu það er einhver farsótt í gangi, ég ætla ekki að smittast henni, ég á bara pening til að koma mér í burtu og hverjir eru það eftir? Þeir fátæku og lágt settustu en henni kristnu fóru þá ekki og voru oft úr stöðu þeirra lægst settu og þeir hins vegar og fóru ekki í manngreinanálið og höfðu þá Krist sem fyrirmynd sem fór líka til hennar holdsveiku og þannig komust margir til trúar og þannig stækkaði söfnuðurinn. En svo lásum við texta sem er verið að kalla til fylgdar og það er svolítið fallega sagt, það er taldar nokkrar konur og textin endaði á þær hjálpuðu þeim með fjármunum sínum. Þannig erum við líka hvert til að það sem að við fáum og það sem við eigum sjálf sem eignir, að það er eitthvað sem okkur er gefið og veitir okkur þá forskot til að hjálpa fleirum. Þannig eigum að horfa á eignir okkar. Og það var einhvern tímann íslensku bóndi sem sagði að það væri eins með peninga og mykju. Og stóð hann við stóran haug af mykju og sagði peningar og mykju er alveg eins þau gera ekki neitt gagn nema að fara að dreifa þeim eitthvað og það er kannski svolítið mikið til í því leið og við gerum það og þetta er þessi fallega Jóhanna, kona Kúsa Rásmanns Herrasonar, Súsan og margar aðrar þær hjálpuðu þeim með fjármunum sínum og við vitum það líka þegar við höfum ráðstafað fyrir okkar þannig hvað það veitir okkur mikla gleði í hjartanu og það er sælla að gefa en þiggja. Og svo er svo merkilegt líka að fyrstu kristnu og eins og var þakkað fyrir í bréfinu þá sagði hann heilsi einnig söfnuðum sem kemur saman í húsi þeirra og oft var þetta svona eða neðanjarðar kirkjur það þarf að segja þeir vildu ekki að fréttist vegna þess að
löggjafinn gat komið jafnvel og drepið fólk. Það var margir sem dóu píslavættis dauða þeir vildu ekki ganga af trú sinni og stundum voru að hittast í heimahópum og tala saman. Og kristnir menn, fyrsta tákn kristinna manna er nefnilega ekki krossinn. Það kemur miklu seinna. Fyrsta tákn kristinna manna er fiskur. Og það er út af því að hinni fyrstu kristnu trúði að Jesús væri Kristur og það er hinn smurði sem hann væri að bíða eftir og hann væri Guðs sonur og frelsari sem væri að frelsa okkur undan syndunum. Og ef maður tekur þessi orð á grísku þá er það Jesús, Kristos, Theos, Ios, Soter. Og það þýðir sem sagt Jesús, Kristur, Guðs sonur, frelsari. Og þetta er eins og skammstafan eins og F-I-S-K-U-R bara. Og þannig að fiskur fyrir kristna menn var sönnun þess að Kristur væri allt þetta. Og það er þekkt að hinni fyrstu kristnu sem vissu þetta, að þetta var svona eins og leynimerki, að þeir eru hitt einhvern og voru byrjað að tala og hann hugsaði að þessi gæti kannski verið kristinn. Þá spurður ekki, heyrðu, þú kristinn? Af því að það gat þýtt, nei, ég það ekki, er þú það? Og þá gat verið hægt að kalla á þig og láta bara taka þig, jafnvel handtaka þig. En þá var það fyrsta sem það var svona strik í þá kom einhver á móti og það bjóstu til eitt svona boga, svo kom einhver á móti og gerði annan boga og þá myndar það svona eins og fisk með svona opinn sporð. Og þetta var leynimerki. Og þetta vissu hinni fyrstu kristnu og mér langar nefnilega að lesa fyrir ykkur svo fallegt ljóð sem Hjörtur Pálsson skrifaði og talar hinna fyrstu kristnu. En þeir voru, flestir af fyrstu lærisveinunum voru fiskimenn og hann segir svo fallega, talar bæði nútíman, Ísland og hvernig hann kemst til trúar, Hjörtur Pálsson, í þessu fallega ljóði sem ég langar að deila með ykkur. Þeir lögðu frá sér fisk og net og fóru á eftir þér. Því eitt er það sem áður var en annað nú og hér. Og nýjan himinn, nýja jörð, hinn nýji maður sér. Þitt forna tákn er fiskur sá, sem forðum ristur var, í laun á vegg, í við og stein, og við mér horfir hvar. Sem neitt er víns og broti brauð, þú býrð og dvelur þar. Þú kallar yfir aldahaf og allt sem milli ber, því að þú ert orð af anda þeim sem enginn maður sér. Nú legg ég frá mér fisk og net og fer á eftir þér. Þarna vísar hann líka í kvöldmáltíðina og hérna fyrstu og sakramentið og allt og þetta eru falleg orð. En spurningin er alltaf þessi sem við erum spurð og þess vegna komum við saman í kirkjunni. Ætlum við að fylgja Guði? Langar okkur að ganga á Guðs vegum? Langar okkur að vera ljósberar? Langar okkur að koma með birtu inn í líf annara? Birtu eins og allt fólki sem Páll þakkaði fyrir. Og ég nefndi líka Sigurbjörn Einarsson í náðan að því hann var mér hjartfólkin. Ég fekk að hitta hann, þennan mann sem ég var 70 eitthvað árum eldri en ég sjálfur. En þegar maður hitt hann þá var hann eins og hann einhvern veginn horfði í augun á manni og gaf sér tíma sem var algjörlega sérstakur. Og hann sagði líka að nútíminn einkenndist að svo mikilli asasótt. Og þegar hann segir asasótt það er að segja að það þarf alltaf að vera asi á öllu. Það er ekki hægt bara að gera eitthvað í róliheitum og kyrrð og finna styrk í kyrrðinni. Finna Guð í kyrrðinni. En spurningin er þessi, ætlar þú að fylgja Guði að málum? Og þá segir trúin, já, gerðu það. Af því að í augum Guðs ert þú algjörlega einstök eða algjörlega einstakur. Þú ert ekki tilviljun. Þú ert skapaður eða sköpuð eins og þú ert með hæfileika og gjafir sem þú getur gefið öðrum til heilla. Með fjármuni. Með hæfileika og fjármuni sem að okkur ber að nota öðrum til heilla. Og það er líka þessi skilningur
að við höfum hennan drúm, mér finnst svo flott sem að Martin Luther sagði einhvern tímann. Hann sagði að ullin á kindinni blessun. En hún gerir ekki neitt fyrir að það búið að taka hana af rollunni, það sem umfram og svo þarf einhverja hendur, einhverja fylgjendur Krists, einhverja sem vilja vera og ganga á Guðs vegum til þess að vinna ullina, spinna hana og svo þarf einhverja hendur til að prjóna hana og þegar hún komin á hinn fátaka eða þeim sem kalt, þá hefur hún náð markmið sínu. Og þannig með svo margt í lífi þínu, það getur náð marki sínu og tilgangi og orðið mikil blessun ef að þú finnur hinnu góða einhvern farveg. Kristur kallar okkur til þess. Þess vegna segir Hjörtur Pálsson, nú legg ég frá mér fisk og net og fer á eftir þér. Það skulum við öll gera. En næst ætlum við að heyra lag sem að heitir Hold On To Me og það er Ragnar sem að syngur áfram fyrir okkur. When the best of me is barely breathing, when I'm not somebody I believe in, hold on to me. When I miss the light, the night is stolen, when I'm slamming all the doors Ég held ykkur hafa alveg langað til að klappa fyrir henni, ekki bara leyfa okkur það. Takk fyrir. En þá að koma bænastundinni. Undir bænastundinni þá verður sungið hér lag sem eitt þekktasta lofgjörðarlag sem hefur verið samin undanfarin ára, það ekki rétt, Óskar.
og það íslenska þýðingin hafið og það fjallar einmitt að Guð kallar okkur en við ætlum aðalega bara að njóta þess að heyra það en það gott að hafa textan svona fyrir framan sig, hann aftan á en þegar það svo búið og meðan á því stendur að verið syngja þá getið þið staðið upp og kveikt á bænakerti, þið getið líka skrifa niður bænarefni eða eitthvað sem hvílir á hjarta ykkar sem þið hafi áhyggjur af, endilega skrifið það og það hér trúfastur bænahópur sem hittist alltaf á 50 dögum klukkan 9 og biður fyrir þeim bænarefnum sem okkur berast. Það má líka eins og segja kveikja á kerti fyrir einhverjum málefni eða mannesku sem okkur hjartfólkin eða okkur sjálfum og líka ef maður hefur eitthvað til að þakka fyrir, eitthvað sem hefur gengið að óskum, einhver bænasvar sem maður fengið endilega þakka fyrir það líka. En við förum nú inn í lofgjörðina og flytjum bænir frá hjart okkar eða skrifum það niður meðan að það sungið og svo höfum við sameiginlega bænastundu Faðir vor þar á eftir.
Guð, takk fyrir að við fáum að koma hér saman í húsi þínu. Hjálpaðu okkur að bera þinn kærleika áfram. Hjálpaðu okkur að fylgja þér og leið okkur að finna að við erum ekki ein á ferð. Þú ert með okkur. Og þessari stundu leggjum við fram fyrir þig öll þau bænarefni sem okkur eru hjartfólkin. Við biðjum fyrir þeim sem að glíma við sjúkdóma og veikindi. Við biðjum fyrir þeim sem eru einmanna, þjást af kvíða og áhyggjum yfir eigin afkomu. Kristur, við leggjum líka þau í þínar hendur sem eru í fangelsi eða hafa verið svipt frelsi. Komdu til þeirra sem búa við stríðsástand, þeirra sem eru í klóm fíknar, þeirra sem syrgja og sakna svo heitt. Jesús, við leggjum líka í þínar hendur framtíð okkar, framtíð landsins, þeirra sem að sinna ábyrgðarstörfum. Við biðjum fyrir ríkisstjórn, alþingi. Við biðjum fyrir þeim sem að vinna á stofnunum, sem vinna samfélaginu gagn og til heilla. Allt þetta leggjum við í þínar hendur. Svo segjum við saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og þá vil ég bara lokum þakka ykkur fyrir komuna, en við ætlum að minna á að hér næsta sunnudag verður heldur betur gefið í, má ekki orða það þannig? Alltaf gefið í hér, alltaf gefið. Já, en þið verðið fleiri en bara 2. Undanfarna 4 sunnudaga hef ég verið með 4 ungar, söngunur, söngunur, og næst ætlum að fá karlmann hérna að leiða söngin með okkur. Það þarf fleiri en 1 nefnilega. Það er alltaf nóg með 1 og konu, en það var að 4, við vorum 5. Þannig Axel Ó, countrysöngvari, ætlar að koma hérna á hljómsveit og við ætlum að vera með country messu. Það verður bara stuð. Hver ég ætla að mæta maður sjá. Já, það koma flestir og takið með ykkur, nokkra með ykkur. Þetta er ókipið sinn, þetta verður skemmtileg stemming. Já, það verður bara heilt band og hann hefur samið mikið af fallegum. Já, svo syngjum við líka sálmar, í country stíl. Allt í góðri blandi, eins og Óskar er von og vísa. En svo var ég að segja eitt sem er svolítið skemmtilegt. Fyrir og var 21 árs í dag og það hafa ekki verið margir í afmælinu mínu lengi. Takk fyrir að koma. Nei, ég var ekki að byrja það. Ég ætla að senda ykkur hins vegar út með drottinlegu blessun. Við skulum standa á fætur og drottinlegu blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Amen. Og við ætlum að lokum að heyra fallegt lag. Já, ég ætla rétt að kynna það bara. Já. Þetta lag hef ég aldrei sungið áður, allavega ekki nema bara í bílnum kannski mestalagi. En þetta lag hefur verið elt mig og fylgt mér í töluverðan tíma því að það var allir átt ykkur atvik eða tímabil í lífinu þar sem maður finnst maður verið svo ónýtur að ég hver ekki heima eða maður er ekki gott skilið og maður er fullur af einhverju, maður sér eftir einhverju eða maður finnst að maður verið svo brotinn og ónýtur og þetta lag heitir Orphans of God og sem þýðir það rauninni það er engin undanskilin því að geta verið hjá Guði og með Guði og trúa Guð. Það er engin Orphans of God og þannig að þegar þú ferð í dýpstu dalina þá getur alltaf hugsað að það er enginn sem getur ekki talað við Guð. Það er alveg saman hver brotin og ónýtur þú til þau vera.
is without guilt or pain, so oft abandoned by our transgressions. If such a thing as grace exists, then grace was made for lives like this. There are no strangers, there are no outcasts, there are no orphans of God. So many fallen, but hallelujah, there are no orphans of God. Come ye unwanted and find affection. Come all ye weary, come and lay down your head. Come ye unworthy, you are my brother. If such a thing as grace exists, then grace was made for lives like this. There are no strangers, there are no outcasts, there are no orphans of God. So many fallen, but hallelujah, there are no orphans of God. Oh, bless ye, Father, look down upon us. We are your children, we need your love. We bow before your throne of mercy and seek your face to rise above. There are no strangers, there are no outcasts, there are no orphans of God. So many fallen, but hallelujah, there are no orphans of God. Ragna, virkilega gott að enda á þessum nótum, en förum í friði Guðs og þjónum Drottni með gleði.